Tergesen-húsið næst elsta hús Reyðarfjarðar frá 1870. Húsið státar af fjölbreyttri og litríkri sögu en í dag það rekinn veitingastaður og gisting. Jónas Helgason gestgjafi á staðnum. Og það brjálað að gera á veitingastöðunum á sumrin alltaf. Hvernig matseðli eru þið með? Er með svona alls konar eða? Já, við erum með eiginlega bara alla flóruna. Ég held að það sé 50 réttir á seðli. En við erum með sem sagt bara þjóðlegt íslenskt, kótilettur og börnustekta ísu og svona. Og svo erum við náttúrulega með hambúrgara og pizzur og pasta og allt þetta tótt. Já, ég fikk pizzu, hún var alveg dásamleg. Já, takk fyrir það. Takk fyrir mig. Það húsið átti 150 ára afmæli á síðasta ári. Wow. 170, byggt 1870 og var reist þá, þetta norskt hús, og var reist fyrst hvalstöð held ég fyrir utan Eskifjörð og var þar í einhver ár. Okay. Og var síðan fleytt, segir sagan, á tunnum hingað inn á Reyðarfjörð. Já, og að því að það voru náttúrulega engin bílar eða neitt, þannig að það var bara sett hérna upp á fjörukampinn sem þá var og hefur staðið hérna síðan. Ég að reyna að ímynda mér hvernig mér myndi líða að setja húsið mitt ofan á tunnur og ýta því út á sjóinn. Já, og hafa enga krana en eitt til að hífa þau upp, það svolítið sérstakt. Já. Það merkilegt, en það kannski ekki eina sem merkilegt við þetta hús, það ansi margt. Já, þetta búið að þjóna sem, það byrjaði náttúrulega hérna á Reyðarfirði sem verslunarhúsnæði og það var rekin hérna verslun og síðan var Kaupfélag Héraðsbúa hérna með verslun til 1938 þegar fluttu sig yfir götuna og þá breyttist þetta í veitinga- og gistihús Kaupfélags Héraðsbúa. Þannig að þetta er búið að vera veitinga- og gistihús alveg síðan 38? 1938. Vá. Ég held að sé bara einn staður á landinu sem er búinn að vera samfellt lengur veitinga- og gistihús. Hótel Borg held ég í Reykjavík. Ég held að það sé, já. Svo komist næst þess. Já, ef einhvern leiðir þetta þá bara hérna Rakel Hinrichs@n4.is. Já. Svo var þetta náttúrulega, það fór fram hérna kennsla fyrir barnaskóla, það voru kvikmyndasýningar, breski herinn tók þetta yfir í stríðinu og þannig að það ýmislegt búið að bralla hérna. Alls konar fólk búið að ganga hér herbergin. Já, það alveg, já. Og ýmsar sögur af því bæði lífs og liðinu. Já, það er svoleiðis. Hefur þú orðið var við einhvern eða einhverja? Bara góða anda, það er nóg af þeim hérna. Hvað mátt þú segja að þér þetta skemmtilegast við að vera í svona ferðaþjónustu? Það er bara umgangast fólk og fjölbreytileikinn í að hitta fólk hvaðan að úr heiminum og hvað það er þakklátt og ánægt að upplifa að koma hérna, finnst mér. Vinsæla sjónvarserían Fortitude, framleidd fyrir Amazon, var tekin upp á Reyðarfirði sem þá var í hlutverki smábæjar á Svalbarða í Norður-Noregi. Heimsfrægt leikara og kvikmyndagerðarlið bjó þá og starfaði við upptökur hjá Jónasi og fjölskyldu á Tergesen. Mjög sérstakt að upplifa það allt saman og allt þetta fólk, þetta voru 160 manns mínum í heildina sem kom að þessu, þannig að við fengum þarna auka sumar miðjan vetur, 2 vetur í röð. Og þessi hús voru notuð og byggð líka í fullri stærð í stúdíu út í London, þar sem voru teknar inn í seríur og annað. Sem sagt til önnur útgáfa af þessu húsi í London einhvers staðar? Já, það var í vöruskemmu til London og þau buðu okkur til sín og við fórum og skoðum þetta. Það var svolítið gaman að labba inn í vöruskemmu í London og sjá húsi betur fram að sig. Það er merkilegt. Já, það var. Þetta er kannski að taka það og prófa að flytja á tunnum. Já, það hefði verið léttara. Sko. Ég get ekki hægt að hugsa þetta, þetta er svo svakalegt. Já, ok. Þetta hefur verið svona hálfgert ævintýri kannski. Já, mikið ævintýri. Eru þið héðan frá Reyðarfirði? Nei, við erum aðflutt frá Reykjavík. Þið eru frá Reykjavík? Já. Hvernig datt ykkur í huga að hætta ykkur út á land? Ég veit það ekki. Það skilur þetta ekki nokkuð maður. En þið sjáðu ekki eftir því? Nei, við sjáum ekki eftir því. Það er alveg hérna. Og langar ekki mikið aftur til Reykjavíkur. Nei. Nei, og koma þangað árið í dag, þó að sé ekki fleiri ár en þetta, þá er alltaf mikið stress fyrir okkur, held ég. Já.
þægilegra að vera í rólegheitum. Já, ég held það.